Herðu, hingað eru þeir konir. Gaman að fá okkur. Já, takk hérlega. Já, bara loksins. Loksins. Ég var nú svona, mér langaði nú að fá ykkur báða sko sitt í hverju lagi til þess að tala aðeins við ykkur um kvíða. Það var Ég held að við getum alveg talað um það. Já. Sem svona kvíðalausir svolítið. Sko, við náttúrulega vorum að koma bara saman, við vorum í þarsíðustu viku að spila fótbolta í fyrsta skipti saman, ég og Siggi Bond. Já, Okay. það komið virkilega orku hjá mig góður fótbolta. Já, Hann er ennþá með tötsistrákur. Já, setti 2 mörk og annar með vinstri. Ég held ég að segja 3 reyndar, en menn tala 2. Þetta er allt í lagi. Ég átti skottara líka með hælinum. Góðgerða leikur. Já. En sko, það sem að ég sko, það sem ég er svo skeggjátt, ég er svo rosalega með Siggi Bond svo fyndinn, og það er svo skemmtilegur. Og þegar hún konur í klefan, að það var að vera í klefa með Sigga. Það held ég að sé, ég held að sé, þið þekki það er sagt í enska boltana, hann er svo geggjaður í klefunum þessi. Já. Þú veist, það er að tala um hann hérna, hver er svo góður í, já, hann hérna hjá Arsenal og við svo geggjaður, segir alltaf Vigni félag minn, það er ekki nú Vigni. Já, hann segir alltaf sko, El Neni hefur verið svo geggjaður í klefa. El Neni? Já. Ég trúi því nú ekki. Nei, við tekst það. Egyptin. En það er svo gaman svona, við sem höfum æft fótbolta, höfum verið í klefanum, að tala um eitthvað klefa menning og eitthvað svona bla bla bla. En þetta er samt sko, það er ákveðin stemming í klefa. Algjörlega. Já, hún er mikilvæg. Og þannig vorum við í klefa, þá voru nú konur líka með okkur. Já, sko. já. Það var ekki þess að það var einhver eitur kallmennska þarna, sko. Nei. Þetta var geggjað. Já, þetta var illa gaman. Og það var svona... Ég er í allir þessar umræðum klefamenningu, ég er bara rosa sári yfir því að ég hef ekki fengið að upplifa klefamenninguna, sko. Það er alveg Ég held að það sé rosa hollt fyrir... Það komur þetta rosalega sérstakar sögur hana úr klefamenningunni og stundum maður nú ekki alveg að trúa þeim öndum. Það voru svolítið rosalega eitrar, en hún er oft svolítið eitruð, klefamenningin. Já, og maður upplifir náttúrulega alltaf svona hluti sem eftir og svona bara, þetta var eitthvað. En það er líka bara svolítið lífið, þú veist, það er bara hluti sem gera sem eru stundum bara, svo er bara tímanni breytast rosalega hratt, sko. Já, ég minn eins og strákanir, þegar ég var að gera myndinu í landsliði, töluður svo mikið svona, þú veist, þetta svona væga einelti hafi verið það sem bjóð til stemninguna, sko. Já, það verður að vera. Skilja mennalög hvernig þú mátt ekki fara yfir línuna. Það er síðan svolítið segja, þú veist, þetta er svona, en þú veist, líka þú veist komin á þennan stað, komin meistaraflokk karla í knattspyrnu, svolítið annað heldur en klefi hjá einhverjum 7. eða 7. flokki eða 5. eða 4. sko. Algjörlega. Það var svona meiri þroski komin í mennur, komin alla þessa leið, þá er búin að fara í gegnum alls konar hluti. Ég er að horfa geðveika heimilda þetta núna, þeir eru NFL lið, Florida Gators held ég heiti hérna, og þjálfara þar, og hann er bara trilltur, og hann var bara síu út alla gaurana eins og hann kallaði bara sem hann vildi ekki hafa í liðinu. Og ég var bara að hugsa að þetta eru ekki hægt í dag að gera svona, eins og hann gerði. Þú veist, hann var að láta menn slást á gólfinu. Bara til að, þú veist, hugsaði bara, þú veist, til að komast í liðið. Já, bara, þú veist, þá bara sjá hverjir gátt ekki verið áfram í pre-season hópnum. Hverjir þoldi þetta ekki. Hann leta hlaup upp alla tröppuna og leikvanginum upp og niður allt þetta, sko. Og var þetta fyrir eitthvað síðan sem þetta... Já, þetta er 2006. Já, ok. Hann er nýbúin ára Coach Carter hann. Já, getur verið, sko. Þetta er svo, en svo, eins og segið, þú veist, svo eru komin svona allt öðru þessi þjálfarar í dag. Já. Og spjallarar, Arna Gunnlaugs. Já. Spjallari. En það vantar svolítið þetta í dag. Þetta er svolítið, ég hugsa þetta að koma aftur. Ég er nefnilega held það, sko. Já. Maður sátt að líka maður að horfa á hvað heitir þetta, Last Dance, Chicago Bulls. Já, einmitt. Hvað leikmennir, hvernig þeir töluði viðtölum, alltaf sérstaklega Jordan. Já. Þú veist, bara drullaði yfir andstæðingana og þú veist, hvað þetta var einhvern veginn hressandi að það er frelsandi oft að sjá hvernig það er svona hægt og rólega hefur það gerst að menn þú ekki að segja neitt í viðtölum og verða bara hundliðileg. Já, þegar svona er þetta held ég í öllum þessum stórum klúbbum, bara í fótbolta og körfubolta og handbolta. Þú veist, það er alltaf einhver karakter eins og Jordan og svo séu kannski ekki alveg það leiðilegir, sko. Hann var ansi erfiður held ég. Jordan? Já. Bara barði. Já, bara kýla menn á æfingum og svona. Já, þannig að vera alveg erfiðar en flestir, sko. En það er alltaf svo, stærstu karakterir er alltaf ógeðslega erfiðir. Já, partur af þessu. Hann var hann Tim Tebow. Veit ég hvað það er? Jú, sem var hann er NFL hérna. Trúaði gæinn. Rosalega trúaður. Ég bara, ég veit ekki. Veist ekki hvað það er? Hann er bara brjálaslega trúaður, sko. Og settur inn í svona umhverfi, sko. Það sem maður allir bara hérna. Og bara, en hann einhvern veginn, sko, þá tók hann þetta svona, hann langaði að læra það góða af öllum, sko. Og svo merkilegt. Það var einn gaurina sem var, sko, hann var trilltur. Bara, hann kom úr hverfi og sem bara, bróðir hann sittir í lifetime sentence hérna í Bandaríkjunum. Og bara, og svo var hann Tim Tebow homeschooled. Hann var homeschooled.
út af mömmu svona pappa og hann mætir hana, en hann hugsaði ég var að fara að læra hvernig þessi gaur ég man eftir þessu hann kom upp og átti að vera besti quarterbackin bara í deildinni og svo var það svo hvarf hann bara hvarf bara en það er bara sáttur, hann er bara hérna eitthvað í jóka bara eitthvað ég skekkja, ég fengi ykkur til þess að tala enska boltan svo við fannst að tala Tim Tebow já, mér finnst það bara mér finnst bara það merkilegt hann vildi bara sækja í leiðtóa hæfileika sem þessi klikkaði gaur í klefunum hafði þess að mér langar í þetta sem þessi gaur hefur skilur hvað við? Og það er alls konar fólk sem fer ekki inn í lífið með manni og sumir eru bara algjör í fokkans drullusvakkar en það er eitthvað í þeim sem að væri alveg til í samt að eiga þetta í þeim Já, og svo þarf líka bara, þú veist, stundum, ég veit ekki, stundum þarf, þú veist, eitthvað sem maður verður alveg brjálaður út í, en svo fattar maður kannski eftir 2 ár, heyrðu, það var kannski heldur gott að því þessi gæi var að segja mér eitthvað sem var ógeðslega óþægilegt, en ég þurfti að heyra þetta, sko. Já, einmitt. Þú veist, ég fattaði það bara ekki á meðan á því stóða, því þá tók ég á mig inn og var brjálaður. Já. Ég búin að fara í genið og allt og oft hann, sko. Já, það ekki. Lengur búin að hlusta á þetta. Já, byggla við allir. En hvernig heldur að Klefinn sé? Hann er nú búin að taka þess til, að því við ætlum að tala enska boltan hérna. Hjörvar er nú búin að tala dálítið Klefan hjá Chelsea. Já. Er hann ekki búin að taka dálítið til? Hann er búin að henda mönnum bara út af æfingasvæðinu. Jú, hann er búin að gera það. Búin að henda fullt að liður á æfingunum. Hann er búin að losa eitthvað, en samt fá líka, sko. Hann er náttúrulega bara eitthvað klikkar, svo Todd Bowley, sko. Hann vill bara hafa þetta hvað er að gera, Chelsea? Já, hvað er málið það? Ég bara veit einhvern hvernig gengur þetta upp? En þetta virðist ganga núna, spila ákveðlega Neitleik 6 og þetta er vúl sem er lénasta lið Þetta er bara geggja lið Hvaða business model er þetta? Ég skilja það ekki, þetta er doomed to fail, sko Er það? Já, heldur það ekki Það sem ég hugsa alltaf, það er eitthvað svona klikkaverður þau hugsa alltaf, þeir eru búin að fatta eitthvað þeir viti eitthvað sem við vitum ekki Veit ég hvað það við? Kannski föttu við það eftir 2 ár. Já. En náttúrulega, þessi hópur er náttúrulega 8 markverði. Já. Er voru að senda 8. núna? Nei. Jú, það er 7. markverði. Ég held að. Já, Jesús. Það er ná í annað markverði. Er það komið 7? En svo finnst mér sko, svo er það ekki að æfa eini líka. Hann er að æfa einnan Störling. Já. En hann er náttúrulega að fara, þú veist. En jú, þetta er bara eitthvað steipa. Fullt að gaurum á okkur heimin á launum. 12 milljónar á viku og þú eru ekki að æfa, sko. Já. Nei, því þú veist, þetta hljóma kannski eins og eitthvað svona klísja eða eitthvað, en einmitt aftur, svo ég vitni nú enn og aftur í þegar ég var hana með landsliðinu að gera þess að heimilda. Þá fekk ég að vera innanbúður og sjá þetta. Ég hugsaði svo oft, örugglega ekki svona stemning á hótelinu hjá portugalska landsliðinu eða eitthvað, því það eru það marga dýfur, sko. Já. Það var bara eitthvað svona togetherness í hópnum og það var eitthvað neginn, þú veist, það var engin, og þá hugsa maður, það eru komnir og, þú veist, það eru komið með of marga leikmenn í hverja stöðu og þeir eru á bekknum og þá fara þeir í fílu og þá nærði ekki, þú veist, því horfur á leikmannópinu á Chelsea, menn þetta er á pappír, þetta eru góði leikmenn, sko. Já, kjallið. Það fyrsta sem ég ger alltaf í Football Manager. Hvað? Ég fer að minnka hópið niður í bara nánast 25. Já. Ég líka. Það ekki? Alltaf. Já. Mér finnst bara svo óþægilegt og margir eitthvað, ég held að margir gera þetta. Já, ég hendi mig varaliðið eitthvað, sko, en ég reyna að selja á, þannig ég sé bara með 25 klér. Bróðægilegt þegar maður er að velja liðið og svona. Hvað heldur að sé á til 68 manns? Og þeir eru sko með 500 leikmenn lánið eitthvað. Þeir eru með eitthvað bilun, sko. Þeir eru eiga langflestu leikmenn í heimi. Já. Þetta er sturlað, sko. En verður þetta bara, þú veist, þetta er orðið pínu boring, City eru orðinir aðeins og góðir, eða búnir að vera aðeins og góðir. Þetta er orðið svona pínu, mínu menni í Liverpool hengu í þeim í 2-3 tímabil þegar þeir voru í 95 stíðunum og eitthvað, en þú veist, eru þið bara að fara að vinna einu senn? Já, held ég. Ég held það, sko. Já. Arsenal verða þarna í öðru eða þriða og Liverpool þar á eftir. Þetta var Arsenal eða Liverpool í öðru og þriða. Sér ekki plástur í tóttana með United þetta? Nei, þau munu bara berast í 4. sæti, sko. Já. En það kemur samt að því, ég meina, þú veist, talandum aftur þess að Jordan þætti, ég meina, það sem var náttúrulega svo, þú veist, rosalega eftir Jordan var þetta winning mentality, að geta gert þetta aftur og aftur og aftur og aftur. Það er munurinn á honum og LeBron fyrir mér. LeBron er búin að fara 8 sinnum í úrslitin en bara vinna 3 svar. En hann gerði þetta og þá hugsa maður, þú veist... Hann er alltaf Jordan fram með LeBron. LeBron líka hundleiðilegur. Hann er nefnilega leiðilegur. Hundleiðilegur karakter. En þeir voru að vinna 3. skipti í röðu núna, ekki City? Já, 4. Það var enginn gert það. Nei. Og það kemur náttúrulega að því að það er ekki hægt að, það hlýtur að koma að því að það sé ekki hægt að peppa upp sama hungrið.
Já, ég sé það ekki að meðan eru með Holland, sko. Núna, ég held að Holland mun skora 40, jafnvel meira í Premier League núna í ár, sko. Ég held að Holland vinnur bara deildina í ár. Hann fyrir Real Madrid og næsta ári pottet. En hvað þá með þetta sem svífandi yfir þessar 114 kærur eitthvað mínus 80 stig og eitthvað? Það ekki svolítið að fara að gerast. Nei, 15. september kemur kæra. Vignir, títtnefndur, hann sagði við mig 20. júli þá ertu að fara að fá stóra hlut. Ég beið það gerist ekki. En þið vitið að launaðastu mennir hjá City eru ekki leikmenn, það eru lögfræðingarnir. Já. Það eru bara einhverjum lögfræðingar bara með einhverja steipu á tíman, sko. Já, þetta náttúrulega... Það ekki 17 að fá 200 miljónu það er bara 200 miljónu evra þar, sko. Ég samt einhvern veginn þannig, sko, ég nenni ekki að velta þessu 115 kærum fyrir mig. Þetta bara það sem þetta og svo eru bara einhver aðri í þessu. Ég ekki bara konar ómarga reglur í kringum þetta. Jú, líka það. Þetta alveg bílun, sko. Mætti ekki bara fara, eitthvað peninga það til hópla, mætti ekki bara... Jú. Allir með að bara eyða öllu á þarna. Það verið mjög skellera. Þeir eru náttúrulega þeir seldu náttúrulega eitthvað hótel andan Chelsea til þess að með það jafn eitthvað, sáðu það ekki? Seldu hótel sjálfur sér eða eitthvað? Einhver öðru eignarfjöðu þeir eiga líka. Þessi reglur er algjört grill að, þú veist, það er hvati til að vera að selja heimalda leikmenn. Það er bara alveg galið dæmi. Einmitt. Og þeir finna alltaf leiðir, það er með svo marga lögfræðinga, þeir finna alltaf leiðir í gegnum allt, sko. Jú. Tóku Conor Gallagher, nánast ítt honum út úr klubnum, þetta er gauð sem var alin upp hjá Chelsea og fyrirliði Chelsea og þeir bara nánast bara voru að ítt honum inn í flugvélina, sko. Svo var konin inn í flugvélina og þetta klikkaði, fór aftur út og ítt honum aftur inn. Til að geta gett 7. markmannin. Já, til að geta gett 7. markmannin. Svona kjafta. Og H. Felix komin aftur, sko. Og veist bara eitthvað, og hann skora á móti Wolves, segir mann ímislegt hvað Wolves eru lélegir, sko. H. Felix er ekki, hann er ekki verið að gera neitt að það. Ekki séns. Hvað segir þú? Hann gerir ekkert. Já. Ég sé H. Ég veit ekkert hvort maður er þessu. Hvað Felix? Hvað Felix? Hvernig ég búið? Já, ég veit ekki. Ekki bara Felix. Já, var þetta bara, að því við byrjuðum með á Chelsea, var þetta bara flúk að þeir vinna 1 leik 60 og... Nei, litur nú alveg vel út á mútið City, sko. Ég held að gera góð hlut sér þjálfari, líka láta menn heyra það, sko. En spurning hvort þetta springi andlitaðan hos þessi leikmannahópur. Það er sástali fyrir þessi leikmannahópur, þetta er drullu góða leikmann, það verður engin stemming annars, sko. Þetta geta alveg dáið fljótt, sko. Þú nú farið lengst á okkur í fótboltasíki, sko. Þú spilaði hvað, 150 meistaraldarleiki. Já. En þú veist, að vera með svona stóran hóp og þú ert ekki eins og í hóp. Þetta rýtur að smita á æfingum og allt. Já, þetta byrja vel, skilur sem kannski fara að tapa eitthvað, þá byrja allir neikvað að mæta þér, sko. Einmitt. Byrja allir að goka. En hvað segir þið sko þetta með að því þú nefndir Holland? Fyrir mér er þetta bara pepp, sko. Fyrir mér er bara, sko, kemur einhver nýr, og auðvitað náttúrulega sett upp í kringum, þetta allt er rosa struktúrerað og flott, en mér það verður svo auðvelt að fókusa upp bara að kemur einhver nýr þjálfari sem það verður mjög auðvelt að fókusa upp. Maður fattar held ekki alveg hversu góð þjálfaran er, sko. Að þegar hann er með ríkasta liði heimi og svona, þá held ég að maður fattar ekki að maður pæla alltaf miklu meiri í því. En það sér bara hvað hann gerir með Barca og hann var óöfum með Bayern München. Ég meina, að því þú veist, þetta er kannski gömul tugga, en ég meina, City er ekkert endilega búin að, þú veist, þetta hafa þær eftir rosa mikið penning, en þeir eru samt, ég meina, það er alveg liðarn eins og til dæmis Chelsea, United, sem eru búin að eyða jafn miklu eða meiru á síðustu 10 árum. Já. En það bara er ekki sami struktúr og það er eitthvað virkar. Bara miklu klókar enn í City, sko. Allir gaurar sem sæna líka einn, svona sérstaklega stutt í mót, þeir smellpassa alltaf. Já, það er aldrei einhver leikmaður keypt sem bara eitthvað er engin Enzo eða Antoni eða þú veist bara, getur farið í Tottenham, þú veist, það er engin Lo Celso í City. Það er aldrei svoleiðis. Og þá fer maður aftur í, sko... Það er einn Callum Phillips, eini. Það er eini sannlega bara, síðustu árum, sko. Ég er ennþá áfallast reittur eftir að hafa verið að horfa á Liverpool United sem unglingur, sko. Það eru allir góður undir Ferguson. Hann, allir þessi gæjar sem voru undir enski landsliðsmenn og brillera, þeir enduðu allir sem einhverju varamenn í Sunderland þegar Ferguson var hættur. Já, það var fáránlegt. Fyrir mér er sama með Pep og það sem Klopp gerði á Liverpool. Það er ekkert náttúrulegumál að þessi gæja verði svona góðir, en þeir eru allir góðir undir stjórn þessara þjálfara. Ég meina, svo ertu með hinum með einhverja eins og Antoni og einhverja rándýra leikmenn sem verður bara ekkert úr. Já, sem bara mest óþolandi leikmaður bara sögunar, sko. Já, hann er flottur hringurinn á honum. Kallgrei, hann er ekki einu sinni þannig, sko. Það er Richarlison óþolandi, en hann er svo, Antoni er svona bara, hann er allt öðru svo óþolandi. Við skoðum við. Já. Antoni er bara svona með þess að stuðnismenn í United þólan ekki.
það þólar enginn, sko. Richarlison, við elskum að vera með Richarlison og okkar liði, sko. Það? Já, geðveikt. Já, hann er líka dólgur. Hann er alveg dólgur. Hann er góður. Antoni ekkert góður. Nei, hann frábær, Richarlison, hann minn maður, sko. Hann ekkert blómstra. Nei, hann búin að mittur alls konar vesen. Hann ekki með þunglindu líka og eitthvað, hann ekki með kvíða. Ertu brattur fyrir hann? Ég bara fór ekkert að tala neitt hátt þetta, en ég er að fara að sjá 1-3. Það er svoleiðis? Já. Og það bara alls konar ástæða sem fylgir því. Ég er ekkert lið, ég er búin að horfa á alla leikina á stóru liðunum. Það er ekkert lið sem er komið betur undirbúið til leiks heldur en Tottenham Hotspur. Ok, raukstuðu. Fyrsti leikur hjá Liverpool, Ipswich. Maður bara sá það, en það var svona... Þeir voru off þeim leik, en þeir kláruðu hann. Brentford-leikurinn var ekki neitt sérstakur. 2-0 bara, þú veist, þetta var bara allt í lagi. Arsenal, þeir byrjaði þarna móti Wolves shaky, móti lélegasta liðið deildarinnar, Wolves. Þeir voru bara shaky. United með sína byrjum móti Fulham, fannst þér þetta? Nei. Og Brighton tapir. Mér fannst þetta góður móti Brighton. Já, alls ekki slæmir. Nei. Alls ekki. Það var alveg ekki unnið þann leik. En Fulham-leikur var svona, Tottenham tekur Leicester og gjörsamlega sko bara, þeir full force bara, þeir með 75% possession. En hvernig klárar þetta ekki? Nákvæmlega. Já, það það sem að ég hafði áhyggjur af. En hef ekki lengur. Fótbolti snýst úrslit hjá minn. Já, ég veit það. Þú ert hægt frá ágræði bara strax. Þú ert hægt frá ágræði bara strax. Það hljómar ekki vel. En ég eitthvað sem segir mér að þegar nú voru að fá Ottobert. Sáuðu Ottobert á móti Everton? Ottobert? Ég veit ekki eins og hvað það er. Hvað segirðu? Ottobert? Ottobert? Já, Burnley? Já, ok. Wilson? Já. Hann var geggjaður. Og þetta er bara þetta Postecoglou, allir eru uppi og nú erum við Van de Ven og menn eru að byrja að skilja kerfið season 2. Reyndar mitt, það er sama ára yfir Tottenham eins og þegar Klopp var fyrst hjá Liverpool. Já. Og það er sama, það er góð ára yfir þessum gæja. Geðveik ára er hún. Já, það er enginn eitthvað, hatar enginn Postecoglou. Nei, og líka bara þetta skemmtilegu bolti og... Ég held að þeir verða alltaf í einhverjum fínum mánu, ég held að þeir verða nú top 3. Það var í geggjað. Ég ætla að koma með Majan aftursölu og við förum yfir þetta. Já, til og átti þess að klippu. Já, endilega. Þið tekið uppið ekki. Jú. Þið komið aftur í maí. Skoðum þetta í maí. Já. Skoðum hvað við erum að taka þetta upp núna eftir 2 umferðir. Er þetta ekki Arsenal? Er þetta ekki að fara að mæta Arsenal í 3? Við eigum Newcastle útivelli núna, sem er erfiður leikur, og svo er Arsenal. Þeir hafa ekki byrjað vel Newcastle. Nei, þeir hafa byrjað sig ekki. Já, mjög sig ekki. Já, og þeir hafa byrjað sig ekki, og City reyndar, skal ég viðurkenna, byrjuðu mjög vel. Já, þeir byrjaðu únöfn sigur á móti Chelsea útivelli og svo þessi Ipswich leikur. Þeir eru bara alltaf segir. En Tottenham er samt með smá taka á City. Já. Reyndar. Þannig að ég er rosalega bjartsýnn. Tottenham lítur vel á maður að kaupa Sonny í fantasy eða? Já, ég held að það er öll pressa að fara ná honum, hann líður bara vel núna, það er ekkit, þú veist. Hann er ekki að fara neitt? Nei, og ég myndi taka líka Solanke, þá var sér meiddur. Þá myndi ég fara hendunum inn. Son og Solanke? Já. Ég er með 3. Farið því... Kulusevski. Eru þið með tilfinningarnar þegar þið farið í fantasy, sko? Ég byrja bara með 1 Liverpool-gæja. Ég er ekki með Ég er allir í tilfinningunum, sko. Ég er alveg hættur í tilfinningunum. Það kemur mann svo ótt, maður að vera svo lélugur þá, sko. Það er hrikalegt, sko. Það er agalegt, sko. Svo er alltaf að bíða eftir að maðurinn slá í gegn. Tímir ekki að selja hann? Svo er ég svo lúms mikill Rashford maður. Ég er eitthvað með Rashford, ég er alltaf að bíða eftir að gerist, sko. Ég er alltaf með Rashford. Er það? Já, ég er alltaf með Rashford. Ég er alltaf að bíða eftir að Rashford að gera eitthvað. Hann gerir ekki neitt. Nei, svo er bara eins og síðasta leik, Jesús, skoraði og dæmt af og það er alltaf mótónu, sko. Og fyrirgjöfin á hann hérna Sörksi? Nei, Garnacho. Já, sem skýtur Sörksi. Já, bara það var óþólandi. Nei, í fyrsta leginum við Fulham, þegar gefur bara á Garnacho. Já, Jesús minn eini. Akkur skoraði ekki. Þetta var allir lélegasta sending sögunar. Á Garnacho. Og raumur sending á hann. Þannig að ég er svona... En hann er nú einmitt, hvað er hann orðin gamall? Svo er hann orðin 27. Nú, ok. En maður bara þegar hann var, því ég var að setja út í loftið viðtalið að ragga sig. Já. Og sko þegar Rashford kom inn á móti Íslendingum, þá fyrst var maður hræddur. Þá var hann bara 19. Það geggjaður. Já. Svo hefur hann bara, þú veist, hann átti 1 geggjað tímabil, hvað var ekki hitt fyrir? Jú. Hvað var hann 19 ára þá? Hann bara 19 ára. Hann kom inn alveg. Já. Hefur eitthvað slögt á hann, svo hefur hann alltaf verið einhverju kettlingavisni. Það hætti á að byrja með kærist. Já, með sömu, sko. Já, það er gömul saga ný, menn verður bara að vera með góða konu og vera stöður. Já, það er bara þannig. Ég man eftir þegar ég var í notuðbílum Brynborg og maður var að hætta með kettlingun og byrja með naftu, maður gæti ekkert fókus. Maður seldi ekkert jafn mikið. Nei, þetta setur allt til landskotas alltaf. Það tiklir út allt. Já, það er bara þannig. Þess vegna náttúrulega Liverpool búið að vera mjög mikið í því að kaupa bara trúaða gæja. Já,
Það séu nógu djöfulli trúaði, það var ekkert vesanaðum. Það er bara frábært strategi. Þetta er frábært bæling. Real Madrid gerir þetta líka, held ég. Er það? Já, ég held að sé, þeir eru þessi Suður Ameríkumenn oftast trúaðir. Já, mjög, já. Og þessar Evrópubúar sem hann er að fá, Toni Kroos er ekkert vesan á honum, Luka Modric. Nei. Það er kannski hvað rúð. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.